Jæja. Frú Vigdís Finnbogadóttir, heiðursgestur fundar, Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir. Nei. En frú Elísa Reid hér í dag, Ásta Dís Óladóttir lektor, kæru gestir hér í salnum og allir sem eru með okkur í streymi. Verið hjartalega velkomin á opinn fund viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands í hátíðasal Háskólans. Nú, Andrea Róbertsdóttir heiti ég og framkvæmdastjóri félagskvenna í atvinnulífinu FKA og ég mun leiða umræðina hér í dag. Ásta Dís Óladóttir, lektor við viðskiptafræðideild, mun kynna niðurstöður rannsóknar sem ber heitið Er skortur á framboði eða er engin eftirspurn eftir konum í æðstu stjórnendastöður. Í panel til að tækla málin og sitja fyrir svörum eru þau Hanna Katrín Friðriksson, þingflokksformaður Viðreisnar, Magnús Harðarson, sem forstjóri Kauphallar Íslands og Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. Verið hjartalega velkomin. En hér við stödd til að ræða stöðu kynjanna í stjórnendastöðum í íslensku atvinnulífi. En við ætlum að biðja hann Jón Atla Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, að vera fyrstur á svið. Verið hjartalega velkomin. Kærar þakkir, Andrea, Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, Elísa Reid, forsetafrú, aðrir góði gestir. Ég býð ykkur öll hjartalega velkomin hingað í hátíðasal Háskóla Íslands á þennan fund kynbundið misvægi í stjórnunarstöðum á Íslandi og hvað þurfum við til að jafna þá stöðu. Þetta mikilvægt viðfangsefni og ég fagna því að umræðan sé tekin hér á vettvangi Háskóla Íslands. Ekki bara vegna þess að jafnrétti eitt 3 grunngilda háskólans og að kynjajafnrétti sé eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, nánar tiltekið heimsmarkmið númer 5, heldur fagna í umræðunni einnig vegna þess að það skiptir máli að hér í Háskóla Íslands fari fram umræða mikilvægustu úrlausnarefni samtímans og að sú umræða sé byggð á bestu mögulegu gögnum og nýjum rannsóknum sem til eru. Í kjölfar alþjóðlegu efnahagskreppunnar árið 2008 sem lék okkur Íslendinga grátt var lífleg umræða víða heim og þar með talið innan Evrópusambandsins mikilvægi þess að fjölga konum í æðstu stjórn fyrirtækja. Einnig var bent á mikilvægi þess að auka almennt margbreytileika við stjórnun fyrirtækja frá því sem verið hafði. Margbreytileikinn þótti ekki einungis vera tákn lýðræðis, heldur var hann líklegur til að tryggja betri stjórnunarhætti og koma í veg fyrir efnahagskreppur eins og þá sem þjóðir heims höfðu verið að ganga í gegnum. Í því sambandi var mikið rökrætt hvað orsakaði einsleitnina og þá staðreynd að fáar konur væru í hópi stjórnenda. Einnig með hvaða móti væri hægt að snúa blaðinu við og hvatt var til rannsókna á sviðinu. Ásta Dís Óladóttir, lektor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, ein þeirra sem hefur ásamt samstarfsfólki sínu gripið þann bolta og ég fagna því mjög. Niðurstöður þeirra eru grundvöllur fyrir gagnrýna umræðu stöðu kynjanna í samfélaginu almennt og stöðu kvenna við stjórnun fyrirtækja sérstaklega og þær leiðir sem okkur eru mögulegar til að jafna þá stöðu. Ásta Dís hefur bent á að þrátt fyrir að atvinnuþátttaka hér á landi
sé mjög mikil eða 78% samanborið við OECD meðaltal upp á 57%, þá aðeins 13% af framkvæmdastjóra og forstjórastöðum í stærri fyrirtækjum hér á landi, skipaðar konum. Þetta athyglisvert meðal annars í ljósi þess að stjórnvöld og ýmis hagsmunasamtök hér á landi hafa árabil, ekki síst eftir efnahagskreppuna 2008, lagt áherslu á að jafna þurfi stöðu kvenna og karla við stjórnun fyrirtækja. Sem dæmi það má nefna að vorið 2009 skrifuðu samtök atvinnulífsins undir samstarfssamning við félag kvenna í atvinnurekstri og Viðskiptaráð Íslands að efla hlut kvenna í stjórnun atvinnulífsins. Þrátt fyrir þá viljayfirlýsingu og samning þótti þáverandi stjórnvöldum sýnt að setja þyrfti lög kynjakvóta til að fjölga konum meðal æðstu stjórnenda efnahagslífsins og Alþingi samþykkti því í byrjun árs 2010 frumvarp til laga kynjakvóta í stjórnun hlutafélaga og einkahlutafélaga. Á þessum tíma var Ísland annað landið í heiminum til að samþykkja lög kynjakvóta í stjórnun fyrirtækja en áður hafði einungis Noregur stigið það skref. Lögin kynjakvóta í stjórnun fyrirtækja tóku gildi 1. september 2013 og taka til fyrirtækja sem hafa að lágmarki 50 starfsmenn. Sama leyti samþykkti Alþingi breytingu á lífeyrissjóðslögunum þess efnis að frá og með 1. september 2013 tóku gildi sambærileg lög kynjakvóta í stjórnun lífeyrissjóða. Væntingar löggjafans og annarra stóðu til þess að smitáhrif yrði að ræða frá auknum fjölda kvenna í stjórnun fyrirtækja til æðstu stjórnunarstaða innan fyrirtækjanna. Raunin varð þó eilítið önnur. Hlutfall kvenna í stjórnum þeirra fyrirtækja sem lögin taka til að jafnaði 40%, en konum hefur lítið fjölgað í stjórnum fyrirtækja sem falla utan kynjakvótalagana sem reyndar eru flest fyrirtæki á Íslandi. Með öðrum orðum þá staðan sú að þrátt fyrir að Ísland tróni á toppi ýmissa lista jafnrétti kynjanna auðvitað enn langt í land fyrir okkur sem samfélag að ná kynjajafnrétti á öllum sviðum. Ein af lykiláherslum í stefnu Háskóla Íslands að starf okkar hafi áhrif í samfélaginu og nýtist í þeim áskorunum sem við erum að fást við. Árið 2019 voru 2 doktorsritgerðir varðar hér í hátíðarsal sem fjölluðu á ólíkan hátt þá þversögn að á sama tíma og kynjajafnrétti mælist hátt í alþjóðlegum samanburði á Íslandi, þá gildir það ekki stjórnun fyrirtækja. Auk þess að varpa ljósi á ýmsar hliðar þess máls var leitast við að útskýra hvað veldur. Nú hefur Ásta Dís Óladóttir ásamt samstarfsfólki einnig birt rannsóknarniðurstöður málið og fengið til liðs við sig einvalalið fólks til að ræða þær niðurstöður hér í hátíðarsal. Því fagna ég sérstaklega og vona á mjög áhugaverðum umræðum. Kærar þakkir. Bestu þakkir, Jón Atli. En við skulum fá hana Ástu Dís Óladóttir hér upp á svið og Ásta Dís lektor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. En hún ætlar að kynna niðurstöður rannsóknar sem ber heitið skortur á framboði eða engin eftirspurn eftir konum í æðstu stjórnunarstöður. Erindið, misvægi kynja í stjórnunarstöðum á Íslandi. Gjörðu svo vel, Ásta Dís. Rektor, frú Vigdís, frú Elísa, kæru þáttakendur og góði gestir. Ástæða þess að við erum samankomin hér í dag til að ræða misvægi kynja í stjórnunarstöðum í íslensku atvinnulífi. Háskóli Íslands leggur áherslu á að þekkingarsköpun hafi sem víðtækust áhrif og við sem hér störfum séum virkir og ábyrgir þáttakendur í umræðu
sem stuðlar að jafnrétti og fjölbreytni. Grunnur á þessari umræðu er rannsókn okkar Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar og Þóru H. Kristjansen sem birtist í grein sem kom út í desember síðastliðnum. Er skortur á framboði eða er kannski bara engin eftirspurn eftir konum í æðstu stjórnunarstöður í íslensku atvinnulífi? Ég ætla að greina frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar en markmiðið með þessum fundi er að ræða þær tillögur sem settar voru fram í greininni og hvernig hægt er að breyta þeirri stöðu sem nú er uppi. En fyrst skulum við byrja á stuttri yfirferð. Staðan í íslensku samfélagi er að mörgu leyti góð. Ísland er það land sem náð hefur hvað lengst á sviði jafnréttis í heiminum. Samkvæmt nýrri úttekt Alþjóða efnahagsráðsins þá hefur tekist að brúa 87% af því kynjabili sem ríkt hefur í samfélaginu. Atvinnuþátttaka kvenna, líkt og Jón Atli benti á, er hvergi meiri en á Íslandi, eða 78%, sem er mun hærra en meðaltal OECD-ríkjanna. Rúmur helmingur kvenna á aldrinu 25 til 64 ára var með háskólamenntun árið 2018, samanborið við þriðjung kalla á sama aldri. Og slíkt er áhyggjuefni. En fyrirmyndir eru svo sannarlega til staðar í íslensku samfélagi og nokkrar þeirra eru með okkur hér í dag. Því auk Vigdísar og Elísu er hér Jóhanna Sigurðardóttir sem var fyrst kvenna forsætisráðherra á Íslandi, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, fyrsta konan til að gegna stöðu lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Ég sá að Bergþóra Þorkelsdóttir var að ganga inn, fyrst í forstjórastóli Vegagerðarinnar ásamt fleiri fyrirmyndum. Þannig að þær eru svo sannarlega til staðar. En þrátt fyrir öflugar og flottar fyrirmyndir, hátt hlutfall háskólamenntaðra kvenna og mikla atvinnuþátttöku er staðan ekki sem skyldi í íslensku atvinnulífi. Konur stýra, eins og Jón Atli sagði áðan, einungis 13% stærri fyrirtækja sem hafa fleiri en 50 starfsmenn. Konur eru frekar framkvæmdastjórar í litlum fyrirtækjum sem eru með 1-10 starfsmenn. Og hlutfall karla í framkvæmdastjórnum er 8-10%. Ef við lítum á skráðu félögin í Kauphöll Íslands, félaga sem hafa breiðan hluthafahóp og þar sem lífeyrissjóðir eru stóri fjárfestar, má sjá að það eru nú skráð 21 félag. Öll félögin uppfylla lög kynjakvótann í stjórnum. Konur eru til jafns eða fleiri en karlar í stjórnum 7 félaga. Í 16 félögum eru karlar bæði í stól forstjóra og stjórnarformanns. Í 3 félögum er engin kona í framkvæmdastjórn og í öllum félögunum sitja karlar í stóli forstjóra. Á First North markaðnum, sem er fyrir fyrirtæki sem er að taka sín fyrstu skref á verðbréfamarkaði, eru skráð 4 félag. Í öllum 4 félagunum eru karlar bæði forstjórar og stjórnarformenn. Og í 3 af 4 er engin kona í framkvæmdastjórn. Þrátt fyrir það getum við nú verið stolt af því að staðan er góð hvað varðar stjórnir fyrirtækja. Nú er áratugur frá því að sett voru lög á stjórnir félaga með fleiri en 50 starfsmenn. Og ég man þegar umræðinu kynjakvóta komst í hámæli hér á landi árið 2010, þá voru margir sem sögðust þeim andvígir. Vildu alls ekki sjá lög kynjakvóta. Þeir sem voru hvað mest á móti slíku lögum, að þeir sögðu að kvótar sem þessi myndi ganga gegn lögmálum samkeppni á markaði og þeirri meginreglu að svo hæfasti sé fenginn til starfans. Árið 2010 vermdu konur 16% stjórnarsæta og árið 2013, þegar kynjakvótalögin höfðu að fullu verið innleidd, þá náði hlutfallið hámarki. 48,5% hefur aldrei verið hærra. Þetta er vel ásættanlegt og fæstir eru nokkuð að velta þessu fyrir sér í dag. Það þykir bara eðlilegt. En það er ljóst að þetta gerist ekki að sjálfu sér. Það þurfti lög.
Það þurfti að setja lög kynjakvóta á stjórnir til að staðan yrði eins og við vildum hafa hana. Og margir bundu vonir við að þessi lagasetning myndi hafa smitáhrif. Það myndi smitast út í atvinnulífið. Að konum í hlutverki forstjóra myndi fjölga. Sú hefur ekki verið raunin. Við heyrum í umræðinni orð eins og karlaveldi. Karlar ráða bara aðra karla. Það gæti átt við ráðningar í framkvæmdastjórnarstöður. En það á svo sannarlega ekki við ráðningar í forstjórastöður. Þau rök, þau halda ekki. Því þá megum við ekki gleyma því að yfirleitt eru stjórnir skipaðar af 5 aðilum. Með þessum lögum að lágmarki 2 konur í hverri stjórn, jafnvel 3. Það er heldur ekki þannig að það séu sömu forstjórarnir sem hafa setið í stólanum frá því að lögin voru sett. Því fer fjarri líka. Það er að minnsta kosti búið að skipta 15 forstjóra á tímabilinu og aðeins 1 kona hefur komið inn og farið út. Ef við víkjum að rannsókn okkar, Gylfa og Þóru, þá ákváðum við að nálgast viðfangsefni á örlítið öðruvísi hátt en áður. Því við leituðum eingöngu til kvenna hér á landi sem nú þegar gegna stjórnunar eða leiðtogastöðum í atvinnulífinu eða eru fyrirtækja eigendur. Við vildum heyra frá þeim hverja þær telja vera helstu ástæðu þess að engin kona æðsti stjórnandi í skráðu félagi á Íslandi. Og hvað hægt að gera til þess að breyta stöðunni? Til hvaða ráðstafana getum við gripið til þess að konur hljóti brautagengi í æðstu stöður? Og það voru 186 konur sem tóku þátt. Það voru fjölmörg atriði sem það bent á. Meðal annars að breyta þyrfti vinnuskipulagi og vinnumenningu almennt á Íslandi. Langur vinnudagur á ekki að þykja sjálfsagt mál meðal æðstu stjórnenda eða í atvinnulífinu. Og hér geta margir aðilar haft áhrif. Hluthafar, stjórnir, stjórnvöld og verkalýðshreyfingin. Þá var bent á að bæta þurfi fæðingarorlofskerfið svo konur standi körlum jafnvætis. Konur þurfa nefnilega að hverfa lengur af vinnumarkaði heldur en karlar og eru því með ósamfelldari starfsferil. Einnig nefndu þær að karlar þyrftu að axla meiri fjölskylduábyrgð og taka meiri þátt í umönnun barna. Slíkt myndi gera konu kleift að vera í störfum sem krefjast meiri fjarveru frá heimili. En það var einnig bent á það að karlar yrðu að fá tækifæri til þess að vera meira með börnunum sínum. Að konur þyrftu að vera tilbúnar til að gefa eftir á móti. Þá er afar mikilvægt að efla konur og hvetja til að sækjast eftir æðstu stöðum í atvinnulífinu. Hér þurfa konur sjálfar að líta í eigin barm og svara: eru þær að sækja stóru stöðurnar? Eru þær að taka þátt? Og sé litið á þá lista sem birtir eru yfir umsækjendur störf þessa mundir má sjá að konum fjölgar ört. Þá þurfa þær konur sem eru í áhrifastöðum í atvinnulífinu nú þegar, meðal annars í skráðum félögum, að láta meira til sín taka. Þær þurfa að hafa áhrif á að konur séu ráðnar sem æðstu stjórnendur og að þær hafi margar hverjar vannýtt tækifæri sitt til þess síðastliðin 7 ár, því þær hafa jú setið við borðið. Niðurstöðurnar má túlka sem ákall aðgerðir. Konur orðnar óþreyjufullar enda biðin vera ansi löng. Varðandi aðgerðir var bent á eftirfarandi: að auka þurfi eftirspurn eftir konum í stjórnunarstöður og konur þurfa að sækja stöðurnar. Því var velt upp hvort raunhæft væri að jafnvel skylda stærri fyrirtæki á einkamarkaði til að auglýsa stjórnunarstöður og gera þannig ráðningarferlið gegnsærra. Þá ættu þeir aðilar sem væru að ráða í stjórnunarstöður að líta til stærri hóps, líta upp og líta út fyrir sitt tengslanet.
Margir þátttakendur bentu á að stærstu fjárfestarnir á markaðnum, lífeyrissjóðirnir, ætti að gera ríkari kröfur aukið jafnrétti í stjórnunarstöðum. Það væri hluti af samfélagslegri ábyrgð þeirra. Lífeyrissjóðirnir þurfa að grípa inn í, þeir geta ekki lengur verið passífir, var eitt af þeim svörum sem við fengum. Þeir verða að setja leikreglur. Leikreglurnar gætu verið að sett yrði í eigendastefnu félaga sem að lífeyrissjóðir að fjárfesta í, að hlutfall hvors kyns yrði ekki undir 40% í framkvæmdastjórnarstöðum og sama gætu stærstu fyrirtæki landsins gert. Þá taldu rúmlega 60% svarenda nauðsynlegt að setja lög kynjakvóta á framkvæmdastjórnarstöður. Kynjakvótar í sjálfu sér aldrei óskastaða, en þeir eru nauðsynlegir til að ná fram hugarfarsbreytingu, til að ná árangri og koma hlutunum af stað. Og við sjáum og þekkjum árangurinn af lögum og stjórnir. Mörgu gæti þótt þetta óhugsandi tillögur. Þetta sé bara hreinlega ekki hægt. En ef við lítum bara yfir til Bretlands, þá sjáum við að breski bankinn Lloyds, hann með 8.000 stjórnendur. Við erum að tala um 5 upp í 13 manna framkvæmdastjórnir á Íslandi. Þeir eru með 8.000 stjórnendur og þeir settu sér það markmið að konur yrðu að lágmarki 40% stjórnendateymisins í lok þessa árs. Þeir segja að margbreytileiki viðskiptavina sinna þurfi að endurspeglast í stjórnendahópnum. Royal Bank of Scotland hefur gefið út að 3/4 af 600 stjórnendur þeirra skuli vera konur í lok þessa árs. Þeir ætla ekki að gera þetta bara á þessu ári, þeir eru búin að vera þessu síðustu ár, en í lok þessa árs á markmiði hafa náðst. Af þessum að ráða, á okkar litla Íslandi þetta alls ekki óraunhæfur möguleiki. Þvert á móti, það allt hægt ef viljinn er fyrir hendi. Kæru gestir, á þessu ári eru 40 ár síðan heiðursgestur þessa fundar, frú Vigdís Finnbogadóttir, var fyrst kvenna lýðræðislega kjörin forseti í heiminum. Vigdís braut með því eitt stærsta glerþak sem getur í sögunni og ruddi brautina fyrir fjölmargar konur víðsvegar heiminn. Er komin tíma á aðgerðir? Erum við tilbúin í breytingar? Getum við hitt markvisst undir aukna eftirspurn eftir konum í stjórnunarstöður? Eru konur tilbúnar í auknum mæli til að sækja stóru störfin? Því framboðið, samkvæmt þessari rannsókn, til staðar. Framboð að hæfum konum sem þora, geta og vilja. Takk fyrir. Bestu þakkir, Ásta Dís. Já, auka eftirspurn, sækja Ég hvet allavega konur til þess að lesa atvinnuauglýsingarnar. Ég brenn mig oft á því í mínu starfi í félagi kvenna í atvinnulífinu að konur eru bara hreinlega ekki að lesa innihaldið. Og ég hvet ykkur til þess að gera það. Og ég þakka þér, Ásta Dís, kærlega fyrir að koma þessu máli inn á radarinn enn og aftur. Mér líður svolítið eins og í tímavél. Ég var í kynjafræðinni hérna 2002 og þetta basically, já, staðan, kannastu það, Guðbjörg Linda. En við þurfum allavega ekki að eyða tíma í að fjalla laka stöðu. Við ætlum að vera hérna í dag og fjalla lausnir, aðgerðir og hvað við ætlum að gera, allir vera hreyfiafl. Og ég með þetta frábæra pallborð hérna með okkur í dag og síðan ætlum við að opna fyrir spurningar úr sal. En staðan slök eins og við erum búin að vera að fá upplýsingar hér í þessum glærum og bara alveg sama hversu langt við lítum aftur í baksýnisspegilinn.
Og þú veist, þegar við erum að tala umhverfismál þessa dagana, þá mikið verið að tala sóun og orkuskipti og ég held að þetta sé orð sem mikilvægt að taka inn í jafnréttisbaráttuna. Að við þurfum að fá orkuskipti inn í fundaherbergin og við þurfum að fá ólíka raddir að borðinu til að nálgast þessa stóru áskorunir sem að blasa við í íslensku atvinnulífi í dag og í heiminum öllum. Við þurfum að fara betur með mannauðinn og nýta hann betur, hætta sóunum og við blasa þessi fjölmörgu tækifæri. Ísland á klárlega að vera fyrirmyndin, landi sem að lönd bera sig við. Við að gera betur, við að vera með einlægan jafnréttisvilja. Mér langaði svolítið að byrja að viðra panelinn og hefja leikinn á þér, Hanna. Lög kynjakvóta á framkvæmdastjórnir á Íslandi, líkt og í stjórnir. Hvernig líst þér á það í mjög stuttu máli? Nú ég komið með hljónum, sko. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir það tækifæri að fá að bæða að sitja þessar ástefnu og ekki síður að sitja hérna upp í panel. Þakka fyrir þessar rannsókn sem gríðarlega mikilvægt innleggja alla þessu umræðu. Mér langar að þakka Jón Atla, rektor Háskóla Íslands, fyrir að tala að þetta sé meðal mikilvægustu úrlausnarefna samtímans. Vegna þess að þetta sannarlega ekki eitthvað lúxus vandamál hæfra kvenna sem þurfa framgang. Jafnrétti og fjölbreytileiki almennt skiptir öllu máli fyrir hagsæld þjóða. Það þar sem við stundum. Og svo ég komið nýtt uppáhaldsorð þegar við ræðum þessi mál og það orkuskipti. En varðandi kynjakvótan, ég myndi vilja hafa það sem neyðarúrræði. En að því sögðu, þá get ég líka sagt það að ég átti vona að staðan væri önnur og miklu betri núna árið 2020 en hún Og það getur vel verið að þetta sé málið og sannarlega þykir mér auðveldar að samþykja svona drastist inngrip þegar við höfum gögn sem sýna að það skortur á eftirspurn en ekki framboði sem málið. Og það þarf mögulega þetta átak til að breyta þessum huglegu mælikvörðum sem ráðandi á það hvaða eiginleikar æskilegir í þessar stjórnunarstöður. En það hægt að taka önnur og smærri skref sem hafa minni inngrip og mér langar að nota tækifæri eldsnögt að nefna hérna sérstaklega 2 mál sem við í Viðreisn höfum mælt fyrir í viðleitni til að bæta úr. Núna í síðustu viku þá mælti þingmaður Viðreisnar Þorsteinn Víglundsson til dæmis fyrir máli breytingu á lögum jafna stöðu karla og kvenna og lögum tryggingagjald. Þar sem viðleitni til að búa til jákvæða hvata fyrir fyrirtæki til að fá eða greiða lægra tryggingagjald og það munar sannarlega það. Það að segja til að hann gengur út á fyrirtæki sem með jafnréttisstefnu, með jafnlaunavottun sem annað mál sem við í Viðreisn erum mjög stolt af að hafa komið í gegn og sem hafa hlutfall stjórnenda innan sinna vébanda, við geta fengið þessa lækkun á tryggingagjaldi sem næmi þá alltaf 0,5% lækkun. Og þetta, ef að þessi hvati reynist vel, þá vissulega að ræða lækkandi skatttekjur til ríkisins, lækkandi skattbyrði á fyrirtæki sem nemur 8 milljörðum og það munar minna fyrir fyrirtækin og ég sannfærð að þetta mun koma út í gróða fyrir opinbera. Við höfum líka tvívegis lagt fram og núna mun ég gera það á næstu dögum í 3. skipti tillögum breytingu á lögum starfsemi lífeyrissjóða. Það kveðið á að í ljósi samfélagslegs hlutverks og ábyrgðar lífeyrissjóða þá verður þeim falið að gera jafnréttisstefnu og að síðan rökstyðja ef að val þeirra á fjárfestingu eða að segja ef að þau velja fjárfesti fyrirtækjum sem með skekta stöðu kynjana í stjórnendahóp sínum. Það ekki verið að tala inngrip í fjárfestingarsjóðana, það verið að tala auki gegnsæi og að þessi mikilvægu fjárfestar sem við öll erum skyldum í lögum til að greiða í, mikilvægastu fjárfestar í íslensku samfélagi, rökstyðji þegar þau ákveða að fjárfesti fyrirtækjum sem ekki með jafnan kvóta kynjana í stjórnunarstöðum. Þetta mál sem við erum að tala fyrir og það ég get tala upp ýmislegt fleira, ég fæ kannski tækifæri til þess og eftir, en það sem ég að segja, það hægt að gera þetta í smærri skrefum, en það búið að reyna það töluvert lengi, mögulega þetta úrlausnarefnið, lokaniðurstaðan, að koma með svona, við höfum góða reynslu af kynjakvóta varðandi stjórnun. Já, og það líka athyglisvert að sjá núna í niðurstöðu rannsóknar að konur virðast vera tilbúnir í þessa kynjakvóta. Áður voru þær ekki tilbúnar í að stíga inn í kannski kerfið á þessu kvóta. En eins og við sjáum bara sem öryggisbelti og annað, það þarf að setja lög þannig að við fáum þessa breytingu fram til að vera hreyfiafl.
Alveg hárétt og ég þakka þér fyrir að minna á þetta en það er langað að tilteka út frá mínum bæjardyrum sér, mínum reynsluheim sem stjórnanda í atvinnulífinu og núna sem þingmanni, þá finnst mér ekki síst verðmæti fólki í því hvaða hópur var spurður og það eru konur með þessa reynslu að baki. Og þetta eru akkurat konurnar sem höfðu áhyggjur af kynjakvóti stjórnun, það myndi setja þær undir eitthvað mælisker sem að þeim féll ekki, þær voru að þykja einhverja ölmus og svo framvegis, þær eru gallharða þarna. Það er mjög mikilvægt. Já, við værum líka að fá tækifæri að vera bara með kúl á hausnum sko og æfa okkur í þessum hlutverkum sem eru talin flott og æskileg og góð. En Þórey, hvað með lífeyrissjóðina? Ættu stærstu fjárfestar á markaði að efla samfélagslega ábyrgð sína og setja í kannski eigendastefnu ákvæði kynjahlutföll? Hvað finnst þér það? Ég ætla að fá að byrja að þakka fyrir að fá að vera hérna í dag þessar ráðstefnu og ekki síst Vigdísi Finnbogadóttur. Þetta er náttúrulega gríðarlegt svona forskot sem við íslenska konur höfum. Að svona sterka fyrirmynd í svona öflugri konu. Og ég man vel eftir því 13 ára gömul þegar hún var kosin á þing hvað ég var stolt af henni og svo Jóhanna Sigurðardóttir og annað að hafa svona sterka fyrirmyndir. Það skiptir alveg gríðarlegu máli því að við höfum náð alveg mjög langt í þessum efnum en við eigum mjög langt í land og ég verða að viðurkenna að ég var mjög svekkt og var ekki búin að átta mig á því að fyrir en ég las greinina frá Ástu Dís hvað smitáhrifin hafi verið lítil. Ég hélt að það væri meira árangur. Sjálf var ég svolítið skeptísk á þurfum við kynjakvóta upphæðlega á stjórnir, erum við ekki svona vísitni og sterkari og annað en það er náttúrulega bara eitthvað sem var alveg raunin. Við þurftum kynjakvóta, hann hefur skilað árangri og hann hefur reyndar, við eigum ennþá mjög langt í land og ég vil nota tækifæri hérna af því að það er svona pólitísk ræða við hliðin á mér og hérna er einhverju pólitískosar í framtíðar eða núverandi og fráfarandi og svo framvegis að Alþingi í sínu fastanefndum að þeir ættu kannski að sýna betra fordæmi gagnvart því þegar þeir eru að skipa í sína fastanefndir. Að ég fór að skoða í gær að það eru 7 karlar og það eru 2 konur í fjárlaganefnd. Peningar og völd fara saman, þið vitið það. Og það eru 7 karlar og 2 konur í umhverfis- og samgöngunefnd. Það eru 6 karlar og 3 konur í efnahags- og viðskiptanefnd og sama eru stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. En hins vegar eru svona jafnari kynjakvóti í öðrum fastanefndum þingsins. Þarna væri mjög æskilegt að þingið myndi stíga fram og vera sérstaklega eins og fjárlaganefnd. Það skiptir máli hvernig við deilum okkar fjármunum út og það séu líka þetta kvenlega. Sem er þar. En ættu þá lífeyrissjóðirnir að vera með einhvers konar kvóta inn í eigendastefnu sinni? Mér finnst það ekki spurning að þeir eiga að líta til jafnréttismála í sínum eigendastefnum. Það er engin spurning. Árinu 2016 þá voru samþykkt lög á þingi var verið að breyta fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða og þeim var sagt og þeim gert skylt að setja sér siðferðileg viðmið í fjárfestingum. Og hvað þýðir það? Það er náttúrulega bara mjög matskemmt hvað er að vera siðferðileg viðmið en þá hefur verið litið til þetta ESG viðmiða og þar eru náttúrulega jafnréttismál undir og lífeyrissjóðirnir eiga án spurningar að líta til þessar mála þegar þeir setja sínar eigendastefnur og hvernig þeir geta beitt sér sem eigendur. Þeir hafa áhrif, þeir eru öflugir, þeir eiga stóran hluta af þeim markaði sem að skrá hlutafélag og annað, en þetta er ekkit einfalt og þeir eru ekkit endilega að gera þetta allir á sama veg. En umræðan, og þess vegna vil ég svona þakka fyrir þessa rannsókn, að umræðan því að dropinn holar steinin og við erum ekki komin þangað sem við viljum fara og það sem að ég horfa á líka, hér er mikill kynjahalli. Þetta er ekki bara kvennamál. Þetta er mál alls samfélagsins því að það vitað að blandaðar stjórnir skila betri árangri. Og af hverju beitum við okkur þá ekki saman í því, bæði konur og kallar. Allar stúlkur eiga feður og þeim er annt dætur sínar. Og við viljum jafnræði, við viljum í rauninni geta hvatt og beitt og nota bæði konur og kalla áfram. Og blandaðar stjórnir eru langt bestu stjórnir, ekki bara kynjablöndun heldur aldur og dreifing og mismunandi sýn á hlutina. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að standa saman að. En við erum samt ekki komin lengra en það að við erum með félag kvenna eins og félag kvenna í lögmennsku, félag kvenna í atvinnulífinu og það eru konur og ég hefði viljað sjá öfluga karlmenn
koma fram og beita sér í rauninni í þessum jafnréttismálum. Þegar ég held að þetta sé ekki bara mál okkar kvenna. Þetta mál alls þjóðfélagsins. En við höfum líka sett, ég man þegar var stoffundur hjá félagi kvenna í lögmennsku, ég hafði einhvern veginn ekki alveg fylgst nógu vel með og kemur svona aftur að býta, akkur fá ekki kallar að vera félagar í, og ég var bara púið niður. Ég man ekki einu svona hvað ég fekk af því að mér fannst þetta verið rauninni mál okkar allra. Já. Þannig að við ættum að beita okkur saman að því. En út frá spurningunni, mér finnst ekki spurning að lífeyrissjóðir eiga að beita sér í sínum eigandastefnum að jafnréttismálum. Flott. En Magnús, nú er komið fram að engin kona gegni fjárstjórastöðu í skráðu félag á Íslandi. Er það tilviljun? Ég veit ekki hvort það er tilvíðin satt að segja. Það er auðvitað sjálfsagt að þetta er 13% fyrir stór fyrirtæki á Íslandi. Sjálfsagt að taka einhver handahófskennd mengi 24 fyrirtæki og þeim þar sem kemur út úr engir kvenforstjóra svo sem sko. En vissulega er það svolítið sérstök staða samt og ég kann ekki alveg skýringuna með við allavega þessi 13% mismun kann ég ekki að skýra og svo sem ekki yfirleitt af hverju þetta er svona ofboðslega lítið og núll í kauphallinni og maður svona reytir svolítið hálsitt yfir þessu. Þetta tek undir með Hönnu, Katrínu. Þetta er náttúrulega bæði mannréttindamál og hagsældar spursmál. Ég tek reyndar líka undir að mér finnst lagasetting svona að vera visst neyðarúrræði. Ég man nú ekki eftir öðru en svo sem ég hafi verið bara ágætlega jákvæður út í kynjakvótana á stjórnir. Ég man allavega það er alltaf þannig hvar á að beita kynjakvótum og hvar ekki. Ég að mörgu leyti allavega það getur vel verið að ég komast að það skoðan einn daginn og innan ekki svo margra ára vegna þess að hlutinir verða að fara að færast að hreyfast, segi ég, að það sé komin tíma á kynjakvóta. En svona í grundvallaratriðum er nú svona hrifnar að því almennt að ráðast á eða tækla grundvallaratriðin sem standa þá jafnrétti fyrir þrifum. Og bæði náttúrulega fyrir jafnrétti karla og kvenna, en einnig vegna þess að þessi grundvallar þættir þeir valda líka ýmsu öðru óæskilegu. Ef þú velur til dæmis ekki stjórnendur á faglega, þá eru vissulega greinilega konur sem verða fyrir barðinu á því, en það verður þetta ýmsir aðrir líka og þá eru bara hlutinir ekki rétt gerðir og samfélagið fer á mis við ýmsa góða hluti. Þannig að ég svona óska þess að allavega í svona næstu atriðinu við reynum að tækla þá frekar fyrst grundvallarþættina og ég held til dæmis varðandi stjórnir skráðra fyrirtækja því að það er eiginlega alveg merkilegt því erlendar rannsóknir sem Ástadís og félagar vísa í sýna að karlar ráða karla og hér erum við komin með næstum í helming stjórna kvenmenn sem næstum í helming stjórna skráðra félaga og þær stjórnir ráða líka karla og hefur þá verið eins og hún fór hér yfir áðan verið töluverið svona endurnýjun í forstjóra stólum skráðra félaga. Þannig að ég efast stórlega að stjórnir skráðarfélaga hafi einfaldlega beitt sér með nægilega ákveðnum hætti og nú er ég ekki að tala um eina stjórn þetta það er náttúrulega bara kosin einn forstjóri og honum verður ekki skipt en svona almennt séð efast ég að stjórnir skráðarfélaga hafi einfaldlega beitt sér með nægilega ákveðnum hætti fyrir því að fyrir stefnumótun á þessum sviði. Stjórnir bera ábyrgð á stefnu fyrirtækja. Framkvæmdastjóri gerir það ekki þó hann ráði mögulega, eða forstjóri þó hann ráði mögulega inn í framkvæmdastjórnina með sér. Stefnumótunin er á höndum stjórnar og ég eiginlega trúi því ekki ef frá og með deginum í dag stjórnir allra skráðra félaga legðu fram mjög ákveðna
jafnréttisstefnu og hvernig ætti að ráða í stöður í framkvæmdastjórn og reyndar bara víðar í fyrirtækinu, að þá bara eiginlega trúi ég því ekki og forstjórar þyrftu svo að standa skil á því að þeir hefðu fylgt þessum leiðbeiningum eða fylgt þessum þessari stefnu, þá bara eiginlega trúi ég ekki að ástandi það óbreytt. Maður nú með sem forstjóri nú hendum hans bundnar á ýmsan hátt af stjórn. Ég þekki það og það nú ýmsum minni málum en þetta sem maður fær ekki að ráða. Og þannig að ég segi bara stefnumótunin þarf að vera mjög skýr á þessu sviði. En ég ætla að opna fyrir spurningar eftir smá stund. Sko það náttúrulega fjölmargar hugmyndir allt frá bara getnaði upp á heimili, sko grund, allir heimili. Hvernig ætti að bregðast við þessu óréttlæti og hvernig ætti að varpa ljósi svona á þessa forgjöf sem karlar hafa á mörgu leyti. Þú veist, það búið að skilgreina í þessu samfélagi hvað flott og gott og æskilegt og nú erum við komið öll þessi kyn einhvern veginn í umræðina. Ég í félag kvenna í atvinnulífinu því ég upplifa mig sem kona, þið veitir. Það einhver raunveruleiki þarna úti sem samvinnukonur. En með ráðningarferlið mitt, eins og komst aðeins inn á núna, eitthvað hægt að auka gegnsæi þar eða endurskoða ráðningarferlið þegar verið að ráða í toppstöðunar og efsta stjórnundalag í fyrirtækjum? Þetta að fara að skoða einhver aðra hluti en hefur verið gert síðustu ár? Skiptir máli að faðma tré eða eitthvað þannig, þú veist, það bara allt annað veruleika sem blasir við heldur en áður fyrr? Já, ég hugsa það, sko, mér verður nú reyndur oft hugsa til þess ekki bara í þegar verið að ráði í stjórnarstöður heldur bara stöður almennt. Þannig þetta sjálfsagt eitthvað bland framboðs og eftirspurnar. Ég lega starfslýsingar innan míns eins fyrirtækis þar sem verið að ráði í stöður sem eru segjum bara eitthvað staðar í fyrirtækinu og maður veltir í stundu fyrir sér hver í óskofnum stenst öll þessi skilyrði og svo eru ákveðin hópur sem segir sér frá því hann stenst ekki skilyrðin og svo eru aðrir sem bara láta á það reyna og einhvern veginn enn úr ráði í allar þessar stöður þrátt fyrir allt. Já, það náttúrulega akkurat, sko, en það náttúrulega konur eru svona tregari til. Það þurfa einhvern veginn að fá 11 í einhvern og 10 mögulegum til að sækja og við vitum það, en Hanna, viltu aðeins bregðast við þessu meira ráðningarferlið og hvernig getum aukið kannski fjölbreytileikar með einhverjum öðrum nálgunum á verkfærum þar? Ef við erum að tala ráðningarferlið eitt og sér, þá ég þeirra skoðunar að við séum með fíl þar í herberginu sem þetta huglega mat. Vegna þess að, sko, og við höfum verið að ræða það, þá kemur fram í konunni líka að karlar ráða karla og svo koma konur til söguninni í stjórnir og þær ráða karla líka. Við erum öll alveg upp í sama veruleika og okkur innprintuð ákveðin gildi og flest okkar fylgjum þeirri breiðu línu sem lögð og það þarfnast bara töluvers átaks að fara þar út á marka eigin leið. Ég meina, í þessu tiltekna máli eru við konur líklegri til að reyna að brjótast út úr þessu því þetta brennur á okkur meira en körlum enn sem komið þó það eigi að gera það. En þetta ástæðan og ég held að þetta huglega mat skiptir svo miklu máli ef við næðum að fanga það þannig að segja bara ráðið þann sem þið telja hæfast, beitið hlutlægumati og beitið huglægumati, hafið þetta bara gegnsætt og rökstyðjið af hverju ykkar huglæga mat það besta í stöðunum fyrir stöðuna sem þið eru að ráði fyrir fyrirtækið. Þá held ég að við séum komin ansi langt. Það búið að stíga ákveðin skref. Hér var rekið upp ramakvein fyrir 2 árum af ýmsum út af jafnlaunavottunina því þar var að vera að grípa inn í ákveðna ráðningar, þar að segja launakjör. Það var ekki verið að grípa inn í, það var bara verið að segja rökstyðið, það sem áður var huglægt, rökstyðið af hverju karlinn fær hærra laun en konan, eins og í flestum tilfellum, það vissulega til dæmi mitt. Rökstyðið þetta, því sem farið með valdið fyrir hönd annara, rökstyðið ákvörðunina. Og við erum með dæmi, við erum með dómsmál í gangi í dag af því að huglægt mat var bara eitthvað svona, eitthvað sem menn voru löngu búnir að ákveða. Þannig að þarna held ég, og við getum farið ýmsa leiðir, við getum bara haldið áfram að moka og breyta menningunni og leggja svolítið meira á okkur og fá fleiri talsmenn og valdastöðum og haldið þessu áfram, eða við getum bara rifið plásturinn af og sett lög. Og svo kannski þá breytist þetta sjálfkrafa og svo mögulega þurfum við ekki lögin einhvern tíma seinna. Við þurfum að ræða þetta, það þarf að þroska þessa umræðu, en ég algjörlega sannfærð að þetta hugtak huglægt mat það sem við þurfum að ná böndum á í ráðningarferli.
Þóra, viltu bæta ykkur við? Já, mér finnst þetta mjög gott, en við erum með lögum jafnastöðu kvenna og kalla sem hafa alveg staðið fyrir sínu að mörgu leyti þarna. En það er hins vegar spurningin hvort að þurfi að skylda fyrirtæki til þess að auglýsa stöður. Akkurat. Þannig að það fari inn í þetta ferli og eigi þar að leiðandi verði svona gagnsætt og til þess að það virki ekki bara hjá ríki og sveitarfélögum heldur jafnvel einkageiranum að það sé orðið skylda til þess að auglýsa þannig að fólk sé meðvitað það þegar það er verið að ráða í stöður og þá sé hægt að leita rétta sín sem ef að fólk heldur að á sér brotið. Þú myndir vilja sjá það? Já, ég held að það sé eitthvað sem við ættum að huga. Ég er ekki búin að hugsa það til enda en þetta hefur skilað árangri og þetta er svona umræða og fólk verður svona meðvitaður það að láta ekki á sig að það hafi eitthvað leiði til að sækja rétt sinn ef á því er brotið. Þannig að það skynjar jafnréttislögin sem slíkt. Það hafa náttúrulega tekið breytingum og það er meira heldur en bara að kynja jafnrétti. Það er náttúrulega allavega margbreytileiki í þjóðfélaginu og það hefur víkkað út sem þarf líka að taka á. Þannig að já, ég held að það væri æskilegt að það væri litið til þess og líka bara í starfsmannastefnum fyrirtækja stóra að störf, æðstu stjórnenda, milli stjórnenda og annað, þau séu auglýst og verði faglega að þeim staði. Við ætlum að opna hérna fyrir spurningur í sal. Hver er með fyrstu spurninguna? Gerðu sér, hérna aftast. Ég með endla kynningu með nafni og bera fram og upp spurninguna hátt og snjallt í mikrofónu. Já, sæl, ég heiti Áslaug Björgvinsdóttir og já, þetta er sannarlega áhugavert og takk fyrir þennan fund og ég var ekki búin að lesa og er ekki búin að lesa grein Ástu Dísar en ég ætla að gera það eftir að hafa hlusta á þetta og þar sem mig langaði að þá heyra nánar og það er einmitt þessi staða sem hann var að nefna forstjóri Kauphallarinnar, hann Páll. Og það liggur fyrir að við erum komið með mjög gott kynjahlutfall og kynjafjölbreytileika í stjórnunum. En það virðast áfram vera þessar hindranir sem eru þá eins og hún var að nefna, hún Hanna, að það er þessi kúltúr eða okkar eigin fordómar, við erum hluta af þessu. En ég velti fyrir mér í því sambandi raunverulega öryggi stjórnarkvenna, stjórnarmanna, í einhverjum kúltúr til að fara sínar eigin leiðir eða mögulega þurfa þá að standa frammi fyrir því á næsta ári að vera bara ekki aftur valin í stjórnina. Og að þetta varðandi stjórnarhætti og menningu innan stjórna til að koma með þessar tillögur að auglýsa störf. Takk. Það er spurningir sjálf. Er Stokkal í mér? Já. Mátt kynna þig? Hvað segirðu? Þú mátt kynna þig. Já, ég heiti semst Kári, ég er prófessor í sömu deild og Ásta Dís. Ég ætla að þakka kærlega fyrir, sérstaklega Ástu Dís fyrir að koma þessu á kopp, bæði fyrir rannsóknina og fyrir að koma á smá umræðu þessu mál, því þetta er afskaplega mikilvægt. Við langaði þess að benda á nokkra staðreyndir áður en kemur spurningu. Það verið skæta svo á misskilnings. Ég hef sjálfur verið að rannsaka þessi mál í mörg ár. Þetta er ekki eftirspurnarvandamál og hefur aldrei verið. Eða kannski var það fyrir einhverjum 20 ára mögulega. Ef við skoðum raunverulega þær stöður sem eru auglýstar, ef við margar ára tímabil, framkvæmdastjórar og forstjórar, þá eru kallar 3 sem líklegri til að sækja og ef við skoðum bara þá sem eru umsækjendur, þá eru konur 3 sem líklegri til að vera ráðnar ef við tökum tillit til menntunar og starfsreynslu. Þannig að þetta er ekki framboðsvandamál. Það merkir alls ekki að þetta sé ekki, þetta er ekki eftirspurnarvandamál, þetta er framboðsvandamál. Það merkir alls ekki að þetta sé ekki vandamál, þetta merkir bara að þetta er miklu dýpra heldur en fólk virðist gera sér grein fyrir. Kynjakvótar eru lausn á eftirspurnarvandamálum. Þeir gera ekkert fyrir framboðsvandamál. Þess vegna held ég að við erum að passa okkur á því að kynjakvóta, við getum auðvitað að skoða þá, en ef við erum alltaf með hamar í hendinni þá líta öll vandamál út eins og naglar. Þetta er ekki nagli. Þannig að þegar ég legg til eða spyr, eru þið tilbúin að skoða einhver aðra lausnir sem myndu mögulega passa við vandamálið í staðinn fyrir að
gera ráð fyrir að kynjakvótar mun leysa það? Viljið bregðast við þessu? Já. Taka eina spurningu viðbót. Halló, ég heiti Telma og ég er að vinna hjá Intellecta og bara sérhæfi mig í ráðningum. Og mér langaði nú alveg, það er búið að tala hérna, að 13% forstjóra í þessum stærri fyrirtækjum eru konur. Og það er eiginlega alveg bara hlutfall kvenkyns umsækjanda forstjórastörfin, til dæmis hérna hjá okkur. Ég held að sé kannski í kringum 11%. Þannig að ef að starfi ber heitið forstjóri, þá eru bara örfáar konur sem sækjum. Og ef að við blöndum saman forstjóra og framkvæmdastjóra, að þá eru konur eitthvað í kringum 18% umsækjanda og þá er þetta sérst bara hjá okkur. Og þetta er eitthvað sem að skiptir mjög miklu máli og ég hef reynt að bæta og ég hef verið að biðja konur að svona, láta mig vita af sér. En ég heyri ekkert mjög mikið. Ég er með nokkrar konur sem koma af og til, en þetta er alveg klárlega frekar frambóðsvandamál heldur en eftirspurnarvandamál. Þá náttúrulega kemur að þessum fyrirmyndum hlýtur að vera. Að draga fram fyrirmyndir og eiga fyrirmyndir eins og í þér, Vigdís, og konum. Önnur spurning? Einu viðbót. Einu viðbót. Ég ætla nú að vona að sé ekki hroki, en ég ætla ekki að spyrja, sem sagt. Ég ætla bara að segja nokkur orð það sem datt í hug þegar ég var að hlusta. Og kynna þig, Sær. Já, ég heiti Bergþóra Þorkelsdóttir, ég er forstjóri Vegagerðarinnar. Ég er eina af þessum konum sem búin að vera brasa sem stjórnandi í atvinnulífinu í örugglega 25 ár, eitthvað þess áttar, og mér dettur í hug að það sem kannski aðskilur okkur frá þeim tíma þar sem við erum kannski að bera okkur saman við og við erum að kvarta yfir að það hafi ekki verið frammynda, er akkurat það að við eigum núna að stappa svona kellingum sem eru búin að vera í þessu dálítið lengi, þekkja þetta alveg út og inn. Þar er reynslubrunnur til þess að taka og kannski móta aðferðir til að ná árangri. Ég held virkilega að það megi nota okkur hérna, þessar gömlu. Það er þessi viðhorfsmál sem ég heyrði að Hanna Katrín var að tala um. Við erum öll fædd inn í þetta viðhorf, þannig við erum öll að slást við það. Og ég segi fyrir mig, ég er markvisst að vinna með það hjá bara mér þegar ég er að tala við ungar konur sem eru, eða bara konur yfirleitt sem eru að sækja hjá okkur. Og það er eitthvað sem við þurfum þá að taka sérstaklega á. Vegna þess að viðhorf, það að breyta viðhorfi, það er svona meiriháttamál. Ég er til dæmis sitt í framkvæmdastjórn Borgarlínu, ég er gamall bílisti og ég er svona að takast á við það að breyta viðhorfi mínu til almannasamgangna. Og ég horfi á það sem, mér finnst það mjög skemmtilegt vegna þess að ég finn hvernig þetta sígur inn og hvað tekur langan tíma og hvað ég þarf að máta margar hugmyndir og þetta er nákvæmlega það sama. Svo langar maður aðeins að tala opinbera kerfið versus einkamarkaðinn af því að ég hef nú verið á báðum stöðum. Það eru fleiri konur sem sækjum hjá hinu opinbera. Af hverju er það? Hvað skilur að þessa tvo vinnustæði því þeir eru báðir mjög krefjandi? Þarf ekki að skoða það einhvern veginn? Er það ekki rannsóknarverkefni? Af hverju fóta konur sér betur hjá hinu opinbera í hunderfiðum störfum? Það er svona kannski, finnst mér líka innlegg í þetta. Já. Þannig að þú trúir á einhvers konar mentorkerfi, ekki satt og já. Hvort er vel? Viltu svara þessu? Takk fyrir. Kári var það ekki? Já, takk. Ég ætla að byrja að segja að ég ætla ekki alls ekki að gera mér það að fara út á þann hála ís að fara í fræðilegt debatt hvort þetta er eftirspurnar eða framboðsmál. Ég ætla að leyfa mér bara að halda það fram, ég held að sé ekki alveg svo klippt á skur að þetta sé annarkvort eftirspurnar eða framboð, ég held að þetta skiptir miklu máli annars vegar í hvaða segmentum þetta er og síðan líka hversu langt þú kemst upp, vegna þess að við erum ofta að tala um að það er alveg þar til kemur kannski einhverja 3 manna teymi, jafnvel 2 manna og svo detta inn lokamati og þá erum bara, fannst þú bara hæfari.
Ég ættum að gera það, ok. En ég ætla hins vegar að taka það skrif út á ísinn og vera þér ósámanlega því að kynjakvóta ger ekkert fyrir framboðsliðina. Ég þekki það bara eigin raun, það gerir það. Vegna sem maður stígur frekar fram ef maður veit að það er einhver möguleiki í stöðinni. Varðandi spurningu þína Áslaug sem var nú beint til Magnúsar, þá ætla ég líka bara að segja að það skiptir máli varðandi þetta öryggi að standa fram, vera orðin konan í stjórninni og halda slíkum sjónarmiðum á lofti. Þá skiptir náttúrulega máli hvort maður er einn eða hvort það er önnur kona eða einhverjir aðrir með svipuð sjónarmið, þannig ég held að það sé mögulega, ég treysti því að það sé að lagast. Það breytir verulega miklu máli eða skiptir miklu máli ef það á að breyta einhverju yfir höfuð, en öryggið tekur Magnús kannski, og svo bara Bergþóra, takk fyrir, þetta er bara alveg hárrétt, það er allra tíma fyrirhafnar verið að skoða munin þarna á milli og af hverju hann þarf að segja. Ég var endur öryggið, Katrín tók nú eiginlega bara orðin úr mínum munni, þetta er mjög mikilvægt að sé ekki einn, þess vegna held ég að sé, það er oft svo mikilvægt að sé ekki einhvers staðar einn, og ég mér verður til dæmis hugsa til, ég meni þetta er náttúrulega, þess vegna þýleitinu held ég hafi verið mikilvæg, kynjakvótalögin hafi verið mikilvæg fyrir stjórnin, vegna þá kemur ekki svona eitthvað svona, það gæti ekki hafa komið neynkonin, en svo ef þetta hefði fengist að þróast einhvern veginn svona innan gæsalappa eðlilega eða óeðlilega, þannig að það held ég sé mjög mikilvægt, og svo bara held ég engin leið til að breyta þessu frekar en öðrum stórum málum en að taka einhverja sénsa, sko. Ef fólk brennur fyrir þetta, þá bara erfitt að það nú þá bara verður að taka sénsa, sko. Varðandi eftirspurnar og framboðsliðina, eftirspurnarmál eða framboðsmál, þetta er vandamál kannski fyrst og fremst. Já, og þessar tölur sem hún Telma með eru svo sem alveg sláandi, sko, en þetta er svona líka hluta til rök fyrir því líka bara að tækla grundvallar forsendurnar, og ég held til dæmis, sko, umhverfið sem verið að ráða inn í hefur áhrif á framboðið. Ef þú auglýsir til dæmis, og ég nefni svona það augljósasta dæmi sem blasir við mér með tengsl við markaðinn, sko, auglýsir stöðun í miðlun í banka. Hvað færðu marga kvenumsækjendur, jafnvel þó að þeir væru alveg jafn hæfir eins og kallumsækjendur sem mögulega standa til boða. Það er bara hending, held ég, að færðu umsækjendur í slíka stöður, vegna svo að komin í mjög kallagt umhverfi, þar sem sko 99,1%, 99% karlar, og það er mjög erfitt að koma einhver einn nýr inn í svoleiðis umhverfi, sko. Þannig að, já, þannig að þetta skiptir mjög miklu máli, held ég, bæði upp á frambóðið og reynda líka, eins og ég segi, öryggið að maður sé ekki einn einhver staðar. Þóri, við erum að falla á tíma. Viltu bregðast til þessu? En bara í sambandi við þetta, þá hljótum við þurfa að skoða þetta bara algjörlega heildrænt. Þú veist, ábyrgð á heimilinu og svo framvegis. Og þegar konur fá spurninguna hvað með börnin og allt þetta, eða ætla að fara í einhver verkefni til lengri tíma, krefjandi. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlega margþætt. Það er ekki eitthvað eitt sem við getum hort á, og við sjáum, eins og við talum með framboðsvandinn, það kemur kannski ekkert mjög óvart, og þetta er eiginlega sama og viðhorfið, og kannski sama Áslaug var að tala um hvernig er menningin. Þetta er svona, við gerðum hjá Landssamtökunum, við gerum reglulega svona viðhorfskönnun, og eitt af því sem við tökum út, það er þekking á lífeyrissjóðakerfinu, og þar kemur í ljós að konur telja sig vita miklu minna lífeyrissjóðakerfi heldur en kallar. Og er þetta ekki bara af því að þær eru með minni svona trú á eigin getu? Ég er alveg sannfærð það að það væri lagður í próf og ættu að koma með einhver úrlausn, að þær væri ekkert með minni þekkingu heldur en kallpenningunin. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að styðja okkar stúlkur, og við þekkjum það líka konur sem höfum náð og áfram og erum í stjórnunarstöðum og annað, að við höfum oft orðið alveg fyrir ótrúlegum hlutum, eins og við vitum, sem kemur að okkar kynferði. Það er alveg ljóst, og ég held að það geta allar konur sem hafa
stíði það fram að það eru orðið fyrir ykkur og heyrta og viðhorfið og þetta er eitthvað svona í menningunni. Þannig að þetta er ekki, þess vegna er ég svona að leggja áherslu á að þetta er ekki bara eitthvað sem við konur þurfum að leysa, heldur viðhorfið almennt og þetta er bara samfélagið í heild. Og það þarf auðvitað að stytta, koma til móts við fjölskylduaðstæður. Það verður ekki tekið af okkur þau forréttindi að ganga með börn og eiga börn. Þannig að það er forréttast að ég lít þannig á það, en við þurfum stuðning og fjölskyldan verður að vera saman og þetta spilar allt. Að konur segi ekki líka að býtu, ert þú ekki að hugsa barnið þitt? Hvenær ertu að horfa á með mannin? Ég man alveg þegar ég var ung kona og ég taldist vera svo vel gift að því ég var okkur ráðstefnu í 3 daga eitthvað staðar. Býtu, átti ekki 2 lítið börn? Ég er bara svo æðislegt, sko. Svo fór ég alltaf að hugsa, býtu, hvað varst að segja, Þóri? Aldrei hefði hann talað að hann verið svo vel giftur af því hann fór að 3 daga ráðstefnu erlendis með 2-3 börn. Þetta er viðhorfið og ég skammaðist mínar í rauninni fyrir býtu hvað varst að segja. Bara, er þetta ekki sjálfsagður hlutur? Þannig að þetta er eitthvað sem þess vegna er umræðan og svona rannsókn og nákvæmlega það sem að það er að stíga fram og við erum öll á sama báti og þetta er ekki létt. Algjörlega. Þetta er margsnúið verkefni. Það er alveg magna hvað við konur eigum að fullkomna okkur einhvern veginn með móðurhlutverkinu og erum dæmdar öðruvísi. Heimilið er dæmt út frá því hvernig þú veist, konan er dæmt út frá hvernig heimilið lítur út og kallandi virðast fá smá afslátt, gleyma snjógalanum heima í leikskólanum og svoleiðis. En við erum bara runnin út af tíma. Ég ætla að þakka ykkur kærlega vel fyrir að koma inn í dag og vera með okkur í streyminu. Og ég tek svo sannarlega undir það að það er mikilvægt að mentara upp og niður og þá yngri kynslóðuna að mentara eldri og eldri yngri. Við getum lært svo sannarlega mikið af hverju. Ég ætla að segja þessu lokið hérna í dag og ég held að það sé svona, já, við þurfum að setja bara feðraveldið í líkna meðferð einhvers konar og taka síðan upp þráðinn aftur. Takk fyrir í dag, góðan dag.